og hérna þú ert með einhverja glærur hérna, Já, þú vilt fara athyglisvert, að fara í smá samanburð á símanum og sín, þetta eru samkeppnisfyrirtæki og svo náttúrulega fjarskiptafyrirtæki önnur, kannski Nova þar stæðst í samkeppni við þessi félög. Það sem mér langaði þess að gera það að það sem einkennir þessi tvö fyrirtæki, það það að þetta Síminn og Sín og við höfum verið að eyða svolítið púðri í Sín. Þar hafi verið lykilstjórnendum og þekktum starfsmönnum. Þeir hafa hætt á síðastliðna ári og við erum að tala að Herdís Fjellsteð, forstjóri Sínar, sé að glíma við mjög erfið vandamál. Við skulum fá hérna på töfluna sem að sýnir okkur samanburð á Símanum og Sín. Og ég tók saman fyrstu 9 mánuði 2024 versus 2023 sama tímabil. Sérðu, Sigurður, Síminn með tekjur upp á 19,9 milljarða, alla tölur í miljörðum, og meðan Sín með 15,9. Við sjáum það að Síminn hefur aukið tekjur sem 1,3 milljarða á milli þessara tímabila, fyrstu 9 mánuða, á meðan að Sín stendur í stað. Við sjáum líka að rekstrarhagnaður Símans fyrstu 9 mánuða þess ári var sem sagt 1,9 milljarðar, en 500 milljónir hjá Sín. Síðasta árs. Þetta árið 2024, 1,9. Núna fyrstu 9 mánuðina Síminn versus, þannig að við sjáum það að rekstrarhagnaður Sínar hann sko 500 versus 2 milljónir cirka hjá Símanum. En það sem kannski vekur athygli líka það að hagnaður eftir skatta hjá Símanum núna fyrstu 9 mánuði þess árs tæpur milljarður eða 800 milljónir. En 300 milljónir krónur tap eftir skatta hjá Sín. Já, þetta Takt eftir því að við förum til ársins 2023 fyrir sama tímabil að þá sem sagt 800 milljóna króna sem sagt hagnaður í fyrra hjá Sín en fer niður í mínus 300 núna, þannig að þetta umsnúningur mínus 1,1 miljard, þannig að þetta nú að telja. Heyrðu, það sem kannski stóra máli í þessu og þegar við erum að skoða þetta vegna þess að við hvað hún að glíma hún Herdís og hvað vegna þess að Síminn var núna með blaðamannafundi eða var að tilkynna það að þar á að leggja meiri áherslu á einstaklingsþjónustu, nýr forstjóri kemur með nýja stefnumótun og svona sem eðlilegt, nýjir forstjórar og stjórnir þær fari í þessa stefnumótun og gera eitthvað, en það fjöldi ársverka. Ef við tökum bara fjöldi ársverka hjá Símanum, öll svo funksjón með 299 ársverk, en það eru 458 hjá Sín. Munar 150 starfsmönnum, ríflega. Já, 150, og sérðu þetta og þá tekur líka tekjurnar á per starfsmann. Tekjur per ársverk eru 66 milljónir hjá Símanum en 34 eða 35 hjá Sín. Þannig að þetta þetta vandinn að það sýnir okkur það að Síminn sko fjarskipti og sjónvarp en ekki með fréttastofu. Nei, og ekki þess að fjölmiðla þeir eru náttúrulega og ekki heldur með náttúrulega það sem heitir útvarpið sko. Náttúrulega með ákveðna dagskrágerð en þarna erum við að tala ríflega 150 starfsmenn og ég veit ekki hvort það eru þá þessir fjölmiðla tengdu starfsmenn. Þeir eru allir þarna inni og það sem meira sko, að sýnir auðvitað líka og fréttamennirnir þar og dagskrágerða fólki þar, það eru auðvitað líka að framleiða. Það ljóst að, sko, ég held að Síminn sé meiri í því að kaupa. Já, við erum að reyna að bera saman hér aðeins ólík viðskiptamódel, tveggja fjarskiptafyrirtækja. Já, má ég samt segja samt sem áður að þetta við að bera saman epli og epli eða epli-appisinu. Ég vil þá segja það að munurinn sá að Sín með fréttastofu og Sín með miklu stærri sko, stöðva 2. Já. Útvarpið verður aldrei selt. Það liggur alveg fyrir. Nei, en sko, þetta í grunninn fjarskiptafyrirtæki en sko bæta hinu við. Bæta við hinu sem þá röksendi fyrir því að það skapi samlegð og þjónustu sem að komi fjarskipta hlutar til gróða og þetta módel sem menn hafa verið að ræða mjög lengi og ekki bara á Íslandi heldur, annar staðar líka. En ég ekki að skila nægilegum árangri. Já, svo virðist vera að það skýri þennan mun sem Sín í óhag þessi misserinn og þeim hefur ekki tekist að leysa hvaða leysið þeir ætla að fara og menn hafa svo sem áhuga menn til þessum fjölmiðlum hafa svo sem gjarnan vilja trúa því að það gæti verið fjarskiptafyrirtækjum til framdráttar að hafa fjölmiðla hluta en eins og þetta birtist svona þá má efast það nema að stjórnendur Sínar takist að
leysa úr þessu vandamálum sem að við höfum rætt hér nokkru sinnum og felast meðal annars í að það er kannski óskilgreind vörumerki, það samleiðin, auglýsingatekjur að falla og svona, þeir fá vandamál fjölmiðlana inn á gólfið til sín, þessari hefbundnari fjölmiðla. Sín ekkert að bæta við sig í tekjum að milli ára, það er bara þannig. Og þá erum við að tala 2024 versus 2023. Fjórði árslutin ekki komin inn. Þannig inni náttúrulega gamalt áskrifta sjóvar, stöðva 2, sem var einu sinni mikil kass, tekjustreymi sem fylgdi því. Og það módel kannski orðið dálítið veiklað núna að fólk skrái sig inn í áskriftasjónvarp og takið það þannig. Já, ef við værum ránir þarna sem forstjórar á morgun, þá myndum við örugglega að segja, heyrðu, eigum við að fara símaleiðina, eigum við að fækka starfsfólkinu og náum kannski svipuðum tekjum eða svipuðum hagnaði. Það er það sem skiptir máli. Og þá myndum við kannski segja, heyrðu, eigum við ekki að reyna að úthýsa stöð 2. Það var nú keypt á Jóni Ásgeiri, Vodafone keypti það og þá var Heiðar Guðjónsson stjórnarformaður og hann Sigursson, hann Sónu Sigga Valgis sem var þarna forstjóri Stefán Sigursson og þá erum við að tala um það að þetta er keypt af Jóni Ásgeiri stöð 2 er keypt af eða Ingibjörgu 365. Ég er bara að reyna að segja það með þeim kaupum að þá breyttist Vodafone í að vera fjarskiptafyrirtæki og fjölmiðlafyrirtæki. Fjölmiðlafyrirtækin ekki að gera sig. Nei, sem var módel sem að menn höfðu mikla trú á þeim tíma. Síminn hringdi hérna rétt á. Það er vegna þess að þeir höfðu módeli á bakvið þetta var það að það væri að fólk alltaf í símanum og sími ekki bara sími, það er verið að taka myndir og það er verið að hlaða niður efni og þá lifa þessi fyrirtæki líka á gagnamagninu sem fer þennan síma og sem bara mjög athyglisvert. Ég meina þetta fjölmiðlar færi yfir í stafrænt form, það hentaði mjög vel þessu módeli. Við höfum kannski þurft að vera með Nova hér til samanburðar. Nei, vegna þess að þeir eru ekki með þessa þeir eru með skemmtideildina, þeir eru með bæði þessi fyrirtæki eru fjarskiptafyrirtæki og með sjónvarp. Það er Já, Nova er svona ist út á kattinum, hvorki með sjónvarp. Þess vegna skiptir þetta máli að við vorum að vangaveltast með og ég fór svona ofan í þessar tölur til þess að rökstyðja mig betur í þessu hvort að verkefni þarna hjá henni Herdísi sé ekki einmitt að reyna að líkjast módelun hjá símanum til þess að vegna þess að næsta ætla ég að fá að sýna á hvernig gengi bréfa hefur breyst á þessu ári í ljósi þessa sem við erum hér að sýna og ef við horfum bara á tökum hjá fyrst gengi símans og setjum það Arnar á skjáinn að þá sjáum við það að það hefur verið að lækka hjá sín en hækka hjá síman. Það er bara þannig. En þetta er bara mjög athyglisvert og það er takt eftir því hvað sín er með miklu fleiri ársverk heldur en síminn.